Kæru áhorfendur, það komið að því sem að allir hafa beðið eftir. Geimfar? Nei, hreinsistöð fyrir skolpið frá Innveri. Halló. Finni, setti bremsu, vagnir rúlar. Þarf þess eitthvað? Bara... Byrjum, viltu að ég sjá þetta eða? Ég kann á þennan, sko. Hérna eru að fara að setja inn hreinsistöð, skolphreinsistöð. Þetta er ekki rótþró? Nei, þetta er ekki rótþró. Hver er munurinn á þessari hreinsistöð og venjulegur rótþró? Þetta er mun umhverfisvænna. Þarna eru að fara að hreinsa skolpið 95 til 98%. Og við þurfum enga setulögn. Þetta er allt sem þarf. Hóla, skolpið inn og skolpið út, hreint vatn út. Og hvað er það sem gerist þá inn í þessum tanki þegar skolpið kemur onni? Þarna erum við í raunverulega að búa til, má segja, hótel fyrir bakteríur, fyrir lífræna hreinsun sem að nærast á skolpinu. Þarna verður bakteríumyndun og smá saman þá eykst þessi bakteríumyndun og þessar bakteríur éta skolpið og hreinsa það og út kemur nánast hreint vatn. Já, það er alltaf gaman í sveitinni, sko, á græjunum. Ég vil fara upp í sveit. Utan hreinsistöðina setjum við sand og möl þar fyrir utan. Við byrjum á því að tylla henni þannig að hún standi sjálf og síðan setjum við á hana hallamál til að fá hana rétta. Því ég veit að allir elska að kaupa konur og í jeppa oft vil skreppa. Ítum aðeins til og mokum svo meira að. Nákvæmnin í þessum dreng. Það er eins gott að sé nákvæmur. Ég hérna onni, sko. Þá næsta mál á dagskrá að setja vatnið ofan í hreinsistöðina. Þetta gerum við svo að hreinsistöðin leggist ekki saman þegar að jarðvegurinn kemur að. Þrýstingur í báðar áttir inn og út. Og mig dreymir oft það sem þar gerist þegar sólin rennur sig. Þarna sjáum við svo dæluna sem dælir lofti stanslaust eftir þessari slöngu og ofan í stöðina. Já, þá er vatnið komið í og þá næsta mál er að bara fylla að upp að þessu röri, tengja síðan skolpið og þegar það er búið þá setjum við sand hingað upp og lokið ofan á. Þá má byrja að styrta niður.